Hæ, í þessu myndbandi ætla ég að útskýra fyrir ykkur virkni lánskjaravaktar Auðbjargar. En lánskjaravaktin er tól sem getur borið þitt húsnæðislán saman við öll önnur húsnæðislán á húsnæðislánamarkaðnum á Íslandi og fundi fyrir því jafngóða eða jafnvel betri eða hentugri kosti fyrir því hverju sinni. Þetta er einstök þjónusta, það er ekkert annað fyrirtæki eða heimasíða sem býður upp á þetta og við erum mjög ánægð með að geta boðið okkar áskrifendum upp á akkurat þetta. Nú tökum við dæmi, við erum að horfa hérna á stjórnborð fyrir framan okkur, þetta er önnur vara sem við höfum á vegum Auðbjargar. Það er stjórnborð til að geta litið yfir öll fjármálin á einum og sama staðnum og ég er búinn að setja hér inn fasteign upp á 82 milljónir sem ég fann í Langagerðinu í Reykjavík og það er búið að setja 45 milljóna króna lán á akkurat þetta með greiðslum upp á rúmar 360.000 krónur á mánuði. Og það kemur tilkynning í húsnæðislánakassanum, eins og við köllum hann, sem segir að lánskjaravaktin hafi fundið allavega 6 ný lán sem eru með betri kjörum en lánin sem þú ert með. Og ef við smellum síðan hérna á möguleikana, þá kemur í ljós að við förum inn í eignir og skuldir inn í Auðbjargarsíðunni og það munum við sjá lánið sem við erum að leita að og við getum líka séð að það er búið að stinga upp á því hérna að fara inn í lánskjaravaktina. Ég set hérna músina hægt og rólega yfir og smelli á. Hérna fáið tilkynningar þetta, bæði á stjórnborðinu, líka inn í eignum og skuldum, en við fáum líka tækifæri til þess að láta ykkur vita með því að senda ykkur tölvupóst. Þið fáið tölvupóst í hvert sinn sem lánskjaravaktin finnur eitthvað betra fyrir ykkur. Hér sjáum við tölvupóst sem segir það að það hefur fundist lán sem er með lægri mánaðarlegri greiðslu upp á 192.285, þar að segja hún er 192.000 krónum lægri heldur en það sem þeir að greiða í þessu dæmi. Og ef við kíkjum, smellum á lánskjaravaktina, þá kemur hérna tafla. Og í töflunni sjáum við efst lánið sem ég skráði, sem er óverðtryggt fastvaxta lán með 9,40% vexti og 361.000 krónum í mánaðarlega greiðslur. Þetta er þá rúmlega 170 milljónir á heildargreiðslum yfir allan námstímann og lánskjaravaktin kemur með dæmi af 6 öðrum lánum og bendir á eitt lán sem er sérstaklega með lægstu mánaðarlegu greiðslunni og annað lán sem er með lægstu heildargreiðslunni. Svo er það mismunandi hvað fólk vil gera, sumir vilja kannski tímabundið lækka mánaðarlegu greiðsluna sína, meðan aðrir vilja reyna að borga sem minnst í vexti og kannski borga jafnvel aðeins meira. Og við sjáum það líka hér að hérna er lægri mánaðarleg greiðsla en þá er heildargreiðslan orðin töluvert 336 milljónir afsakið, en ef við förum í það að sjá lægstu heildargreiðsluna, þá þarf líka að auka mánaðarlega greiðsluna upp í 425.000. Þetta eru möguleikar sem er líka hérna bara svart á hvítu í þessari töflu og áskrifendur okkar geta nýtt sér til þess að taka einhvers konar ákvarðanir út frá þessu. Nú ef fólk vil síðan skoða það sem vilja sjá, þá sjáum við hérna til dæmis lánið frá Birtu lífeyrissjóð, það er að fara hnappirnar lengst til hægri og smella á skoða og þá sjáum við ýmsar aðrar upplýsingar þetta ágæta lán, hver eru vextirnir á því, lánstími og fleira. Við tökum síðan fram að við erum að vinna í því að geta reiknað endurfjármögnunarkostnaðinn á láninu. Það er ekki alveg komið, en það er þó hægt að taka örlítið með því sem sést í kassanum akkurat hér. Ég vil þó taka það fram að þetta er fastvaxta lán sem að við verðum að losa okkur við til að fara í breytilegt lán og það er þannig að það er oftast uppgreiðslugjald á fastvaxta lánum en uppgreiðslugjald er þó aldrei meira en 0,2% af heildarfjárhæðinni fyrir hvert ár sem er eftir á fastvaxta tímabilinu. En ef þú sko fastvaxta lán til 3 ára, búin að borga því í 1 ár, það eru 2 ár eftir, þá er uppgreiðslugjaldið af fastvaxta láninu 0,2% pluss 0,2% eða 0,4% og svo koma lágtökugjöld ofan á það. Þetta er lægri upphæð heldur en var til dæmis í gamla daga, en þetta er orðið mun temmilegri greiðsla. Þið verðið að skoða þetta með þeim lánveitendum sem þið eru að velta fyrir ykkur að komast í eitthvað samband við, en hérna í lánskjaravaktinni hafið allar upplýsingar sem þið þurfið á að halda til að hefja leitina hugsanlega að betra láni fyrir ykkur. Gangi ykkur vel!